Já, góðan daginn og verið velkomin í þáttinn Hinna Reykjavík, þar sem við kynnumst reynslu þeirra sem yfirleitt ekki fjallað í meginstraumsfjölmiðlum nógu mikið. Í dag þá eru komin til mér María Pétursdóttir, sem með þáttinn Öryrkjaráði hérna á Samstöðinni, og Bergþór Heimir Þórðarson, sem fer fyrir kjarahópi Öryrkjabandalagsins. Við ætlum að spjalla aðeins við þau og eftir þáttinn fyrr í vikunni þá vildum við heyra meira sem sagt bara hvernig almannatryggingakerfið er þess vegna og áherslur þar, þess vegna vildi ég fá Bergþór og svo bara töluverð reynsla og þekking að verða til í kringum þáttinn hennar Maríu og mér langaði að tala við hann aðeins það. En fyrst þá langar mig að spyrja og byrjum á Bergþóri. Bergþór, hvernig hefur breytt ástand í samfélaginu komið við þig, bara svolítið svona persónulega, ef ég má spyrja? Fyrir mig persónulega, hvar ætti maður að byrja í rauninni? Það kannski stærsta breytingin svo að dóttir mín flúði land, hún býr almennt erlendis en flúði hingað heim til Íslands í betra öryggisnet, sem þýðir að innan við sólarhrings fyrirvara þá var ég allt í einu orðinn full-time einstæður faðir, sem að þýðir alveg eðli málsins samkvæmt töluverða breytingu á útgjöldum heimilisins og svoleiðis. Þannig að það hefur alveg umtalsverð áhrif. Ég stend akkúrat núna í stórræðu með að endur raða öllu í íbúðinni til þess að koma fyrir rúminu sem við vorum loksins að ná að fjárfesta í fyrir hana, svo ég geti hægt að sofa á sófanum. En hvað annað varðar, ég í rauninni eiginlega áttaði mig ekki á því sjálfur hvað ég væri rosalega virkur. Því að ég var eiginlega búinn að festa sjálfa mig inn í þessari hugsanagildru að ég öryrki og þess vegna er ég eitthvað sem ekki að gera neitt. Og af því að ég var svolítið fastur í þessu hugafæri þá var ekki fyrir en að ég eiginlega allir mínu fundir sem eru þó nokkrir hjá Öryrkjabandalaginu og annars staðar duttu allir upp fyrir, aukavinnan mín datt upp fyrir og þá allt í einu uppgötvaði ég að já, ég er töluvert virkari heldur en ég hélt. En það líka gerir það að verkum að ég er einangraðari eins og svo sem allir. Það maður farin að finna núna þegar við erum komin rúma mánuð inn í ástandið að þá er maður farin að finna svolítið svona cabin fever að þetta þörfin fyrir mannleg samskipti eru held ég meiri heldur en fólk áttar sig á dagsdaglega og þá jafnvel þegar við erum að tala með einstaklinga eins og mig sem er mikill introvert og líði eiginlega best í einrúmi, jafnvel við þurfum á því að halda. Annað náttúrulega bara eins og maður er ofta að tala það er þetta offlæði af upplýsingum ástandið. Það er ekki, þegar allt kemur saman þá hefur það áhrif á geðslagið hjá manni. Þannig að maður er að reyna eiginlega í sjálfskeipuðu fjölmiðlabanni líka. Já, það er einmitt þetta er einmitt punktur sem maður heyrt töluvert oft. Það er sko þegar maður hefur heyrt ríkisstjórn, hver var það, Bjarni Ben sem sagði eitthvað í þá áttina að öryrkjar kynni þetta svo vel að þetta ætti ekki vera svo mikill breyting fyrir þau sko. En núna eru allir heima. Núna eru krakkarnir heima og alls konar svona, þannig að þetta náttúrulega töluverður aukakostnaður. Þetta er ekkert alveg eins. Já, Bjarni Ben var náttúrulega að tala að þetta væri bara öryrkjar þyrftu finna ekkert fyrir þessu fjárhagslega held ég og var hann ekki að tala það alveg. Já. Sem er náttúrulega alveg fjarstæðukennt sko. Akkurat. En María, hvað segirðu? Hvernig hefur þetta ástand, svo ég spurði þetta er svo klassísk spurning sem maður var að spyrja endalaust. Hvernig hefur þetta ástand haft áhrif á þig? Sko, þetta er mjög sérstakt ástand. Já, þetta er, ég held að svona
að vísu sko finn ég ekki svo mikið fyrir því hérna eða svona hvert heimilislífinu, því maður minn hann hefur alltaf unnið heima síðustu árin sko og og ég hef mikið, sko það sem ég að verið að brasa hérna heima, þannig að við erum eftir sem áður, bara voðalega mikið onni hvort öðru hérna heima. Og en munurinn sá að dóttir mín líka heima, og hún 14 ára, og og við þurfum að vera svona með heimaskóla og reyna að halda einhvern aga á því, sem bara pínu erfitt. Þannig að en já, þannig að það svona munurinn. Við erum öll þrjú hérna onni hvort öðru og við erum svona, já, við erum algjörlega í algjör einangrun af því að við erum bæði með undirliggjandi sjúkdóma. Þannig að við erum virkilega hrædd við að fá veiruna, ekki þannig samt að við séum einhverju kvíða fári dagsdaglega, alls ekki, við bara ætlum ekki að smitast. Nákvæmlega, hafa bara tekið við góða ráðstafanir til að fá þetta ekki. Já, og þannig að við erum bara svona, þú veist, pöntum allt á netinu og bæði lyf og mat og annað og já, þannig að við hittum ekki einu sinni sko nánustu ættingja. Svo förum við út að labba, það helst að maður svona tali við nágrannana svona þú veist, með einhverja metra á milli, þannig að það dálítið fyndið. Og ég búin að fara heldur 2 sinnum í göngutúr með syni mínum og einu sinni á mömmu einu sinni, með svona alveg langt bil á milli. Það mjög spes. Þú ert ekkert að fá þér prik eins og maður hefur séð fólk á netinu, svona til að halda alveg bara Nei, þetta ekki svo slæmt, en maður þarf alveg virkilega að passa sig samt, að fara með einhverjum nánum sko aðstanda eða ættingja út að labba, að sko það svo stutt í að maður bara komin í klessu, þú veist, maður þarf alltaf einhvern veginn að, heyrðu, nei, ég má ekki vera svona nálægt þér, maður þarf alltaf að vera með varan á sér, sko. Já, það er fyrir mann að sækja nándina, sko. Já, einmitt. En svo þetta, segi ég bara eins og Bergþór líka, ég eiginlega svona var að uppgötva að ég svo sem vissi að ég væri svona frekar virkur öryrki, en ég var svona búin að vera að fatta það samt hvað það skipti mig rosalega miklu máli að geta farið út, geta farið eitthvert. Og ég að læra píanó, þú veist, ég fór alltaf einu sinni í viku í píanótíma. Og núna það líka bara í bara á netinu, sko, þannig að þetta mjög sérstakt. Já, frábært. Ég saknaði þess að fara út, sko, virkilega. Já, þetta mun líða hjá. Já, það gerir það. Já, takk. Bergþór, mig langar að fara aftur aðeins til þín og forvitnast kjarahóp Öryrkjabandalagsins sem að þú ferð fyrir, ekki satt? Jú, það passar. Það passar. Mér langar svona að heyra bara að fá að forvitnast. Hverjar eru svona helstu áherslur hjá ykkur núna og hvað það sem að þið eru að pæla? Það sem að í gangi bara hjá bandalaginu almennt. Það sem að við erum sérstaklega þegar þessi daginn þá svolítið mikil vinna hjá bandalaginu, hjá kjarahópnum, en líka bara hjá bandalaginu almennt að reyna að hamra á því að minna stjórnvöld og aðra á að við erum til. Við þurfum líka aðstoð. Þetta bara hreint bull, bara orðað mjög hreinskilnislega, þetta hreint bull hjá Bjarna Ben fjármálaráðherra, sem að orðrétt sagði, ég fletti upp á grein Stundarinnar þetta, hann sagði að til óljóst hvort staða þeirra sem hafa báðast kjörin á Íslandi hafi, svo bein tilvitnun, tekið breytingum í einhverjum grundvallaratriðum vegna heimsfaraldursins. Þetta náttúrulega klárt bull. Og við erum bara í fullri hreinskilni við orðin mjög þreytt og pirruð á því hjá bandalaginu að við erum hreinlega hunsuð. Það ekki hægt að líta öðru sig á heldur en að stjórnvöld séu hunsa okkur og það voru viðtal við Katrínu Jakobs fyrir ekki löngu síðan þar sem hún spurði út í þetta og hún bara skautar framhjá og hunsar spurninguna þetta. Þar sem að við vorum einmitt að funda bara núna á miðvikudaginn og þar komu nokkrir góðir punktar fram þar sem að við vorum að tala þetta að
Og í eiginlega öllum tilfellum þá hafa stjórnvöld ekki tekið tillit til þessa punkta sem ég að fara að koma með og í stuttum máli að það þau sem eru með undirliggjandi sjúkdóma og fara í sjálfskipaða sóttkví, hafa verið í störfum kannski og þau fá ekkert. Það engin kerfi sem að taka á því. Ef þú ert ekki með fyrirskipun frá stjórnvöldum, þá bara það á þína ábyrgð. Það eru margir öryrkjar eru í tímavinnu sem að ná ekki skilyrðum hlutabótareglu kerfisins af því að þau þurfa að fara þann upp í 45% vinnu og minnka vinnuna allavega 20% til þess að fá eitthvað réttindi. Mörg okkar, þar á meðal ég gleymdi að minnast á það að ég þurfti að hætta minni aukavinnu af því að því var bara lokað. Já. Að við erum ekki, öryrkjar ekki fá neitt út úr þessum úrræðum sem þýðir fyrir mörg heimili þar sem öryrkjar eru með innkomu mikil tekjulækkun í ofanálag við viðvarandi fátækt þar á undan. Og höfum þar í huga að í fyrra þú voru hátt í 30% öryrkja í vinnu. Wow. Sem segir okkur bara að öryrkjar vilja vinna. Sjálfsögðu. Af þeim eru hátt í 40% í fullri vinnu. Þannig að við getum reiknað þetta mjög gróft að þetta eru milli 18 og 19.000 öryrkjar í landinu. Ef 30% þeirra eru í vinnu þá er þetta yfir 5.000 manns í landinu sem öryrkjar sem eru að vinna eitthvað og stór hluti þeirra þurft að hætta eða draga úr og fær ekkert á móti. Svo þetta bara eins og María var að tala og ég með matarkostnaður. Þetta hærri matarkostnaður. Fólk sem var í mötuneyti eða með börn sem voru í mötuneyti í skóla, núna þarf að gefa þeim að borða allan daginn. Og það hittir svo skemmtilega á að stelpan mín líka unglingur. Hvað gera börn og unglingar þegar þau sitja heima, komast eiginlega ekkert út? Þau fara að nasla og við fullorðna fólki gerum það líklega líka, þannig að þetta alveg töluverður kostnaður. Og mikið meira bakstur líka, það mikið verið að baka með krökkum, þannig að það líka kostnaður. Ég vísu ekki mikið í bakstri og hef ekki opn til þess, en jú, við ætlum alltaf það á planinu að baka pönnukökur. En það sem hefur verið gert fyrir okkur hingað til, það búið að lofa okkur þessari 20.000 króna auka orlofsuppbót í sumar sem gott og gilt, en það bara svo lítið og það svo seint. Það nú þegar verið að vinna í því að næstu mánaðamót verði farið að draga úr þessum takmörkunum. Vonandi gengur þetta allt vel og best case scenario þá erum við komin mestu út úr þessu í júní, júlí. Það verður gott að fá þessu uppbót þá, en hún nýtist okkur ekki og þeim öryrkjum í dag sem í vandræðum. Fólki sem kemst ekki út í búð, fólki sem þarf að panta heim, fólki sem hefur ekki efni á mat eftir miðjan mánuðinn. Og það kannski síðasti punkturinn að nú þetta ástand að draga rosalega vel fram á versta mögulega hátt, hversu mikil fátæktin í rauninni. Og við sáum það þegar samtök eins og Fjölskylduhjálpin, Mæðrastyrksnefnd og svoleiðis lokuðu nánast dyrum sín, eða lokuðu rauninni dyrum sín þar til að annar hópur sjálfboðaliða kom inn og við bara reddum þessu, við keyrum matinn út. Það voru næstum í 1300 manns sem þurftu að fá heimkeyrslu á matargjöfum. Það 1300 manns sem ef að stjórnvöld væru fram að þessu búin að búa kerfið til þannig að ástandið væri í lagi, þá hefði þessu 1300 manns ekki þurft þess að halda. En þar að auki að þegar þetta kemur á að sjálfsögðu stjórnvöld bara átt að hlaupa þannig inn í, fyrst ástandið var ekki skarra það að það þyrfti á þessum matargjöfum að halda, þá hefði stjórnvöld átt að hlaupa þannig inn í. Ekki treyst á sjálfboðaliða að bjarga stjórnvöldum frá skömminu sem þau eru búin að búa til. Þess vegna spyr maður sig ef maður aðeins í þessu samhengi aðgerðir stjórnvalda og maður heyrir alveg endalaust einhvern veginn hamra á því að það einhvern veginn við sem samfélag munum komast saman í gegnum þetta
og nú sjáum við á þessum erfiðu tímum hvað við getum staðið öll saman og maður hugsar einhvern veginn bara nei, ætliði þá að enda í þeirri stöðu að komast einhvern veginn aftur á þann stað sem við vorum á fyrir tíma COVID. Maður einhvern veginn skynjar það að það sé einhvern veginn ok, þannig að þið ætli bara að komast í gegnum þetta og markmið að vera á þeim stað þar sem að öryrkjar eru kúgaðir, þar sem fátækt fólk kúgað, þar sem að þeir sem hafa ekki neitt eru bara ennþá á þeim stað, ok, fáið einhvern hérna 20.000 og þetta vill maður ekki tala endalaust allt niður, þetta 20.000 krónur en það kom einhvern veginn seinna inn í myndina, það var einhvern veginn ekki búið að gera ráð fyrir einstaklingum í verstu stöðunni, þannig að þegar það er verið að tala einhvern veginn saman, erum við sterk saman, komumst við öll í gegnum þetta sem samfélag og þá hugsa maður hvað samfélag í hugum stjórnvalda, hvaða hópar einhvern veginn tilheyra, af því að maður hefði þá haldið að þetta væri einhvern veginn þá tilefni til þess að sjá sko herði, núna sjáum við einhvern veginn hvaða bara rosalega dýrt að vera alltaf heima og vera kannski að búa við félagslega einangrun og þurfa að panta mat heima og maður hefði haldið þá kannski að það myndi einhvern veginn vekja fólk til umhugsunar bara já herði það ekkert hægt að lifa á þessum upphæðum ef þú ert heima, treystir einhvern veginn á heimsendingu, getur ekki farið út en það virðist alls ekki vera en þetta svona dálítið sem ég finnst vera gegnum gangandi í umræðinni einhvern veginn saman sem samfélag en alltaf einhverju hópar greinlega sem eru skildir eftir. Ég má aðeins koma inn á þetta, mér finnst nefnilega að vera sko háværari raddir núna að einmitt það þarf eitthvað að breytast, það þarf að breyta samfélaginu, það þarf að núna bara verðum við að sko, stöðva þennan hamfarakapítalisma og við verðum að útrýma fátækt og það komin einhvern veginn svona þessi tónn svolítið í umræðuna en ekki alveg hjá stjórnvöldum. Þú veist, þetta meira bara svona fólki á hliðarlínunni sem kannski skrifa sendin pistla eða tala á Facebook eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta svona meira hljóði í almenningi finnst mér og ég sakna þess að heyra einmitt frá stjórnvöldum eitthvað þetta. Við komumst nálægt í þegar sko alþingismenn þegar var verið að tala hlutabæturnar og allir alþingismenn voru alveg rosa sammála það að það gæti enginn lifað á minni en 400.000 krónum. En þú veist, svo var ekki talað öryrkja í því samhengi meir. Þeir máttu alveg verða hana undir eitthvað staðar. Já, akkurat. Þessi svona gagnrýni virðist vera svolítið svona eins og kasta vatni á gæs, sko. Þú veist, þetta skoppar bara, þeir heyrir þetta ekki. Og það er allir sammála að þú getur ekki lifað undir þessu fjárhæð, af hverju þá ekki bara farið og gert eitthvað. En já, María, þú ert með þátt á Samstöðinni, Öryrkjaráðið. Já. Ekki satt? Jú. Þú hefur verið að heyra í ýmsu fólki. Já. Okay. Og geturðu deilt með okkur svona, hvað ég var að segja, svona helstu punktunum sem að koma fram í þessum spjöllum hjá ykkur? Já, sko við byrjuðum með þetta, ég og Ásta Dís og við einhvern veginn, já, ákváðum við byrjuðum einmitt með bara svona svolítið blandaðan þátt að heyra í mörgum, heyrðum einmitt í Bergþóri þá líka og þá var einmitt voru komnar fram svona fyrstu aðgerðir yfirvalda og það var svona svolítil reiði í sumum og já, við ætlum bara svona að heyra hljóðið í öryrkjum og gera okkur sýnileg bara líka á þessum tíma núna, ekki hverfa alveg gjörsamlega heldur vera sýnileg og taka pláss í samfélaginu. Svo er ég búin að tala við, Ásta Dís sko veiktist já og hún var forfölluð og þetta svolítið svona kannski lýsandi fyrir okkar vanda ætla að reyna að vera með þátt, verandi öryrkjar. Því það er alveg ástæða fyrir því að við erum öryrkjar, við erum ekkert alltaf upp á 10 og við ætluðum að reyna að vera með daglega þætti og það hefur náttúrulega bara ekki gengið. Við erum ekkert bara með heilsu í það. Þannig að já, en ég hef svona reynt að tala við í mínum þáttum, þá hef ég reynt að tala við fólk út frá fjölbreytilegum vinklum. Þannig að ég bæði fengi svona bara svona persónlega sögur fólks eins og ég talaði við Unnar Erlingsson á Egilsstöðum sem komið með hálfa örorku og hvernig bara hans glíma við kerfið og veikindin hefur verið og
og annað og svo hef ég talað við Kolbein H. Stefánsson uppbyggingu örorkunnar og já, bara fátækt og skerðingar og annað og reyndi, já, að fá svona, að því hann náttúrulega hefur verið að rannsaka þetta einmitt fyrir og komið fram með sínar upplýsingar hjá ÖBÍ, hjá kjarahópnum, hjá Bergþór einmitt og já, og svo talaði ég líka við unga konu í Bandaríkjunum sem glímir við fötlun og er búin að ganga í gegnum COVID veikindi sjálf líka og sem sagt heilbrigðiskerfið eins og það bara að hrynja eða bara náttúrulega var ekki neitt sko, þetta var náttúrulega allt einkarekið og ömurlegt sko, þannig að hún var svona að segja mig frá því sko á hvaða veggi fólk að labba í Bandaríkjunum líka og mismununin í kerfinu þar, þannig að það var mjög fróðlegt að heyra í henni líka og þannig að þú veist að mörgu leyti kannski ef við miðum okkur við til dæmis Bandaríkin þá höfum við að sömu leyti sko mjög gott hvað varðar heilbrigðiskerfið og aðgengi okkar að því og þú veist við þurfum ekki að vera tryggð og eitthvað svona þannig að en svo ýmislegt annað sem við getum kvartað yfir þannig að ég er bara svona já, búin að vera að taka svona pólinn á hinum á þessum vinklum þegar kemur á öryrkjum og okkar svona, já, ég talaði líka við mann sem búsettur í Svíþjóð og munin var svolítið svona farið yfir einmitt munin á að vera öryrki í Svíþjóð og Íslandi, hann var svolítið sláandi líka. Er það? Já. Það var bara svolítið. Það er reyndar oft heyrt það sko, sérstaklega hvað varðar jafnvel húsnæðisöryggi og slíkt. Já, það í svoleiðis hlutum sko, það einhvern veginn, því hann til dæmis með sko íslensku örorku í Svíþjóð. Já. Svo fær hann allavega einhverja greiðslur frá sænska ríkinu og húsnæði og annað skilur sem kemur ofan á þetta og skattfrjálst og bæturnar hans ekki skertar. Sem svo ólíkt því sem við eigum að venjast hérna heima. Hér náttúrulega bara allt skert. Já. Þannig að þannig að þetta svona. En eru þættirnir í pásu eða koma þeir bara? Nei, við erum aðeins vorum að reyna að taka upp þátt til dæmis í dag sem að tapaðist. Þannig að við erum að lenda í ýmsum vandamálum, hann bara tókst ekki upp. Þannig að við erum í tæknilegum örðugleikum líka. Já. Þannig að og svo kom Bára Halldórsson núna líka og allar að reyna að gera einhver þætt líka. Þannig að við sjáum bara hvernig verður. En planið að reyna að vera allavega 3 viku og svo náttúrulega ef fleiri koma til þess við okkur þá náttúrulega getum við kannski verið oftar. Frábært. Og klukkan hvað eru þættirnir? Þeir hafa verið sendir út klukkan 3. Já. Og já. Svo hægt að nálgast. Við höfum bæði forfallast og tæknilegir örðugleikar og annað, þannig að það til dæmis bara 1 þáttur núna í þessari viku. Já. Í miður. Við erum að prófa okkur áfram í þessum nýja fjarfundar heimi. Algjörlega. Já, takk. Herðu, ég held ég hafi gleymt að kynna hana áðan og hún birtist allt í einu í spjallinu en hún Sanna Magdalena, borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins, er með okkur líka. Og mér langaði að spyrja þig, Sanna, þú veist, hvað geta stjórnvöld gert? Hvað getur borgin gert núna til að létta undir bara hjá fólki sem í fjárhagsörðugleikum? Já, eins og nú nýlega þá kynnti Reykjavíkurborg breytingar á innheimtureglum með það að markmið að vera sveigjanlegri eins og þau orðuðu það, en það voru mjög lítil skref sem mér fannst og það var svona verið að tala að það væri hægt að sækja þá greiðslufrest eða greiðsludreifingu á þá almennum kröfum og til dæmis leigu hjá félagsbústöðum ef að viðkomandi leigir hjá borginni. Og það voru ennþá inn í skjalinu orð eins og draftavextir þó að þeir væri þá að færast og það væri verið að seinka þeim þá
ákveðin dagafjölda og ennþá inni orð eins og svona milli innheimta og svona orð sem að maður vill ekkert vera að sjá þegar að einstaklingur í skuldavanda. Þannig að alls konar svona þættir eins og þegar að fólk bara í mjög viðkvæmri stöðu efnahagslega að þá geta stjórnvöld náttúrulega bara byrjað á því að hætta að senda kröfur og reikninga til innheimtufyrirtækja. Það væri mjög gott skref að segja bara, heyrðu, við erum meðvituð að það bara erfið staða núna og ekkert endilega bara núna, heldur að viðurkenna það að margir hafa verið í erfiðri stöðu áður en COVID-19 kom upp á og dálítið að viðurkenna það. Manni finnst eins og vanti einmitt hjá stjórnvöldum að átta sig á því að hér stór hópur fólks og margir sem að hafa bara verið í mjög erfiðri stöðu áður en einhvern veginn þessi staða kemur upp á og þá einhvern veginn allt gert til þess að bregðast við. Og ég ætla alls ekkert að gera lítið úr COVID-19 og efnahagslegum áhrifum og afleiðingum, en manni líður eins og viðbrögðin sé til þess að taka á móti þeim afleiðingum sem koma upp í kjölfar COVID, en einhvern veginn svona viðurkenna kannski ekki slæma stöðu sem að margir eru í fyrir COVID, eins og til dæmis ætli að sé einhver í borginni sem hefur kannski fengið lokað fyrir einhverja þjónustu hjá sér af því hann hefur ekki verið að greiða reikninga eins og kannski hjá Orkuveitunni eða Veitunni eða eitthvað svoleiðis og síðan kannski komin í sóttkví eða eitthvað þannig og ekki með grunnþjónustu heima hjá sér eins og rafmagn. Þannig að greiðlega mikilvægt að vera meðvitaðir svona hluti og ganga þá inn í eldri skuldir í staðinn fyrir að segja einhvern veginn bara svona, já, þetta einhver manneskja sem var löngu komin í slæma skuldastöðu áður en að COVID kom upp á. Við ætlum ekkert að ganga inn í það. Við þurfum að skoða stöðu allra og vera meðvituð að það eru bara mjög margir sem hafa slæmt og það er eins og þetta krísuástand svona undirstriki rosa mikið bara óréttlæti í samfélaginu og svona efnahagslegt óréttlæti og maður hefði kannski haldið þá að það kæmi svona viðbrögð til að bregðast við, en þetta náttúrulega eitthvað sem að hefði átt að leiðrétta fyrir löngu eins og með kjör öryrkja, en það er bara gott að sjá að þið séu áfram að berjast fyrir bættum kjörum. Ég held að ef við maður aðeins bætt inn í þetta saman, því þetta svo athyglisvert með reikningana og allt þetta, því núna síðustu ár þá hefur þróunin verið þannig að þú ert miklu fyrr, það er mikið fyrr sem að þú mátt ekki skulda nema bara einhverja 2 mánuði hjá Orkuveitunni eða eitthvað, þá bara komnar harðar innheimtuaðgerðir og eins hjá Íbúðalánasjóði. Þetta einhvern veginn, þú hefur mikið minna svigrúm núna heldur en bara fyrir nokkrum árum. Þannig að þetta einhvern veginn, já, ég held að þetta sé bara mjög erfitt fyrir marga. Svo þetta greiðalegur kostnaður líka sem að fylgir eða greiðir ekki og þá ertu að borga til dæmis innheimtukostnað og þá þetta fljótt að tikka inn og auka kostnaðir. Já. Langar mér að grípa þarna aðeins inn í að þetta eitthvað sem að fólk í fátækt, nú hef ég líka verið að starfa með PEP sem eru samtök fólks í fátækt og EAPN sem eru Evrópusambönd sem berjast gegn fátækt í Evrópu, þar í stjórn fyrir Öryrkjabandalagið ásamt því að vera sjálfur það sem við köllum pepparar, hafandi lifað í fátækt lengi, að það rosalega dýrt að lifa í fátækt. Það bara kostnaður, beinn kostnaður sem fylgir því að vera í fátækt, kostnaður sem að fólk sem ekki í fátækt, jafnvel fólk sem bara nær að vera rétt yfir mörkunum ekki að lenda í. Það til dæmis eins og Mari og Sanna minnast á, dráttarvextir og innheimtukostnaður, en svo annar kostnaður sem að kannski ekki eins augljós sem að fólk sem að hefur ekki upplifað þetta ástand að vera í fátækt til lengri tíma áttar sig ekki á. Það hlutir eins og það að fara til tannlæknis nánast óyfirstíganlegt og maður fer ekki til tannlæknis fyrr en allt komið í vol, nema við vitum það flest öll að ef þú býður með það að fara til tannlæknis þegar þú þarft að fara til tannlæknis, þá verður viðgerðin á endanum miklu dýrari heldur en ef þú hefur farið bara strax. Það fullt af svona hlutum sem að gera það að verkum að það bara mjög dýrt að vera í fátækt. Það sem að ég vonast eftir, ég ekki mjög bjartsýnn, en ég vona það samt
og ég veit að aðrir hérna innan Öryrkjabandalagsins og aðrir sem hafa verið að berjast gegn fátækt eru svolítið á sömu nótum, er að fyrsta lagi ef við náum athygli stjórnvalda þurfum að hjálpa þessum hóp líka, bæði fólki sem eru örorku sem og bara fólki almennt sem að lifir í fátækt, og að þetta verði til þess að ástandið lægist í framhaldinu. Þannig að verði ekki einhverjar bráðabirgðunaraðgerðir rétt hérna yfir, heldur verði það viðvarandi, svona svipað eins og Sanna er að vísa til. Hræðslan er hins vegar, og það virðist allt stefna í að sú hræðsla verði raunveruleikinn, að við gleymumst aftur. Við gleymdumst eftir hrunið 2008 og það virðist allt stefna í það að við gleymumst, eða ekki gleymumst, verðum hunsuð núna. Og stór hluti af vandanum sem við erum að díla við núna er einmitt þetta að við gleymdumst eða vorum hunsuð eftir hrunið 2008. Það er ekki ennþá búið að ná öryrkjum og öðrum lífeyrisþegum upp á sama level og við vorum á fyrir hrun. Athugið það að óskertur örorkulífeyrir fyrir hrun var á pari við lágmarkstekjutryggingu samkvæmt kjarasamningum 2007, ári fyrir hrun. Í dag munar hátt í 100.000 kalli á óskertum lífeyri almannatrygginga og lágmarkslaunum. Þannig að við erum búin að dragast aftur einhvern 8-9.000 kall á ári að meðaltali frá hruni. Ef þetta ástand verður síðan til þess að við gleymumst aftur þegar það fer að enduruppbyggingin fer af stað, hvar verður við eftir 10 ár? Þarf að fara að koma upp samvinnubúskap öryrkja svo að við getum lifað af. Ef að búa til litla kommuníska búblu bara fyrir öryrkja í Íslandi svo að við getum lifað. Ég vil það ekki. En það þarf að gera eitthvað til þess að svo ástandi verði ekki þannig. Hvað getum við gert? Megum ekki hittast? Ég þarf að fá stinga af. Já, takk fyrir María, gangið vel í píanótímanuðinum. Já, takk fyrir. Skrifa greinar, vekja athygli á okkur eins og hægt er. Mótmæla hlutum eins og að laun þingmanna, ráðherra og svo framvegis séu að hækka núna af því að það gleymdist 1. janúar að hækka þau. Sorry. Ef að hækkunin hefði komið inn 1. janúar, svo hefði þetta komið á, ég get lofað ykkur því að það hefði komið fólk að hrópa, dragi hækkunum tilbaka. Ég setti einmitt af stað undirskriftarsöfnun til þess að hvetja til þess að það hættu þessa hækkun, sem að ég hef síðan ekki haft tíma til þess að pressa nógu mikið á, en því mig kannski delinni með þættinum eða á öðrum vettvangum. Það hægt að gera fullt af hlutum án þess að mæta öll niður á Austurvöll og slá pönnur. Það hægt að gera hluti. Það hægt að vekja athygli með greinaskrifum. Það hægt að vekja athygli með svona eins og þessum þætti. Það hægt, nota bara ímyndunaraflið. Það sem að liggur á að gera að hækka örorkulífeyri og þá viljum við helst að grunnlífeyrinn verði hækkaður til frambúðar. Því að það má búast við því ef það verður ekki gert eitthvað stórt, ef ekki núna þá fljótlega. Þetta ekki í síðasta skipti sem við lendum í því að það verði niðursveifla, vonandi ekki út af svona faraldri aftur, en hvað ætlum við að gera eftir 10 ár, 15 ár, 20 ár, vonandi verður sem lengst í næsta niðursveiflu, ef að það ekki búið að laga ástandið. Þannig að bara stjórnvöld, hér séu upp með einhver brækunar og hættið að halda fólki í fátækt, því að fátækt er pólitísk ákvörðun, fátækt er mannanna verk. Þetta eru frasar, en þeir eru fáir jafn sannir á þessir. Nákvæmlega. Herðu, þetta, ég held að við höfum bara fengið þarna bara virkilega góð loka orð í þennan þátt. Og mér langar að þakka þér Bergþór fyrir að vera með okkur í dag og Sanna fyrir að taka þér smá pásu frá ótrúlega busy vinnudegi og Maríu sem þurfti að stökkva í píanótíma og við verðum aftur á þriðjudaginn og svo aftur á föstudag. Bara takk fyrir mig og hafið það gott.
Bless. Takk fyrir. Og sömuleiðis. Takk.